daginn, góðir bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og bæjarritari sem hér í fundarsal bæjarskrifstofu Reyðarfirði. Ég býð ykkur velkomin til 410. fundar bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segja settan. Á dagskrá í dag eru fundargerðir bæjarráðs númer 930 og 31 teknar saman til umfjöllunar og afgreiðslu, engir hreyfið í andmælum. Skipunar- og framkvæmdanefnd númer 51, fjölskyldunefnd númer 50, stjórn menningarstofu númer 31 og öldungaráð númer 22 og 23 sem verðist teknar saman til umfjöllunar og afgreiðslu. Og síðan eru hér nokkur almenn mál, það eru síðar umræður persónuverndarstefnu 2026, upplýsingaöryggisstefnu og útvistunarstefnu upplýsingatæknimála. Fyrir umræðan fór fram á síðasta fundi. Þá eru hér upplýsingaöryggismál eða upplýsingaöryggisreglur, reglur úthlutun tíma í íþróttamannvirkjum og reglur listamann Fjarðabyggðar listaverk. Á dagskrá í dag. Þá göngum við bara til dagskrár. Og eins og það segir, það er fyrst fundargerðir bæjarráðs 930-31. Orðið laustum þær, Ragnar Sigurðsson hefur beðið orðið, gerð svo Ragnar. Þurfti bæjarstjóri, forseti, bæjarstjóri, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að byrja hérna á fundargerð bæjarráðs númer 930. Við byrjum þar á því að ganga frá umsögn sveitarfélagsins að samgönguáætlun, eða drögum að samgönguáætlun frá 2026 til 2040 og stóðum þar saman að umsögn sveitarfélagsins. Við höfum auðvitað svona öll fundið fyrir því og tekið eftir því undanfarnar vikur og umræðan hefur verið svona þetta mest jarðgangaáætlunina og þær breytingar sem hefur orðið þar á fyrri forgangsröðun jarðgangaáætlunar. Við erum í rauninni í okkar umsögn að taka undir þessa forgangsröðun, altså hvað varðar hér á Austurlandi og erum þar að styðja við Fjarðagöngin og erum þar að svona leggja megin áherslu á það að henni sé flýtt með því að styðja vel og efla rannsóknir á svæðinu þannig að það megi koma henni til framkvæmda sem fyrst. Og jafnframt þá erum við að benda á í umsögninni okkar til þrautavar eins og segir í umsögninni að skoða það hvort að það gæti reynst svona sáttaleið til þess kæmi að fara undir Eskifjarðarheiði og þaðan niður í Mjóafjörð og Seyðisfjörð. Að mínu mati er það líklegra til þess að leiða til sátta jarðgangamál á öllu Austurlandi og því við verðum líka svo sem að horfa á það ef við skoðum drög að jarðgangaáætluninni og við sjáum þær pælingar sem eru uppi núna þá heilmikill galli þar á og svo við séum að styðja Fjarðargöng og ég held að Fjarðargöng séu til mikill að bóta og gæti alveg orðið það að þá sá galli þar á að við erum áfram með Fjarðarheiðargöng í framhaldi af því og ef við ætlum að tryggja arðsemi svona mikillar fjárfestingar og framkvæmdar þá held ég að sé mjög mikilvægt að hvort sem að væri ef við færum undir Eskifjarðarheiðina eða Fjarðargöng að það kæmi þá tengingin í gegnum Mjóafjörð við Fagradalinn og þá með því erum við að einfaldlega auka ábátann án þess að skerða þau lífsgæði sem að göngin munu skapa. Það er að segja rjúfa vetrareinangrunina og stækka atvinnusvæðið en með því að fara tengja þá önnur hvor göngin inn á Fagradal þá ertu að draga úr þessu kerfislega mikilvægi sem að Fagradalurinn hefur og án þeirrar leiðar þá verður áfram Fagradalurinn lykil samgöngusvæðisins. En ég svo sem held að við þurfum öll að hafa það hugfast að jarðgangamál mun vera hér til umræðu næstu ár og jafnvel áratugi og við eigum að svona horfa frekar á það hverju við getum áorkað núna í nánari framtíð og það er það sem við erum svo sem að leggja áherslu á í okkar umsögn. Það er Suðurfjarðavegurinn
það er sú framkvæmd sem að mikilvægt að við reynum eftir fremsta megni að fá flýtt. Það er allt saman tilbúið þar til útboðs og við höfum því að leggja áherslu á í umsókn okkar að forgangsraða Suðurfjarðavegi framar og erum svona reyna að fá stjórnvöld til þess að horfa á það mikilvægi sem Suðurfjarðavegurinn og styðjum svo þau jarðgangaplön sem innviðaráðherra og ríkisstjórnin að leggja fram. Ég held að það sé afskaplega mikið miður í þessum drögum að samgönguáætlun að það sé verið að draga úr verktíma Suðurfjarðarvegar. Þannig að dragast verklokinn þar að dragast 4 ár. Það er óboðlegt að okkar mati og ég held að við öll ættum að leggjast á árarnar og leggja höfuð áherslu á það að Suðurfjarðarvegur klárist og hann klárist sem fyrst. Nú, í fundargerðum Bæjarráðs var einnig farið yfir tillögur sem kom einnig frá innviðaráðuneytinu, tillögur einföldun og regluverki lögbundin verkefni sveitarfélaga og við höfum vísað því til nefnda til skoðunar og nefndirnar og sviðin okkar eru þá að skoða hjá sér hvað það gæti verið þar sem að stjórnvöld getur aðstoða okkur í að einfalda regluverk og það er auðvitað í fjölmörg horn að líta þar sem að ríkið hefur sett kröfur annarkvort í reglugerðum eða lögum sem að hefur haft íþyngjandi áhrif á sveitarfélögin og torveldað þar bæði þá íbúum á sveitarfélögunum við að halda uppi sínu lögbundna regluverki með óþarfa íþyngjandi kröfum. Í lið 1.5 þar var verið að auglýsa eftir umsóknum stofnframlög til byggingar eða kaupa á almennum íbúðum og það er búið að opna fyrir umsóknir þar og við fólum bæjarstjóra að skoða það og vinna nánar í því eftir því hvort að við metum að sé þörf á að stíga inn í það. Við höfum verið mjög kraftmikil hér í Fjarðabyggð í þessum aðgerðum. Við höfum sótt stofnframlög gegnum HMS á undanförnum árum og brák hefur verið hér í talsverðum íbúðauppbyggingu fyrir tekjulága og við verðum svona veg og meta hvenær við erum komin að þolmörkum þar. Í fundargerð Bæjarráðs númer 931 þar voru að fara yfir umsóknir í fiskeldissjóð og samþykktum þar að sækja fyrir kyndingu Fjarðabyggðarhallarinnar, öðrum áfanga í uppbyggingu íslenska stríðsárssafnsins, ný slökkviliðsbíls og malbikun á hafnarsvæði Leirubakka. Og það er búið að skila þessum umsóknum inn og nú er bara að bíða og sjá. Í lið 2.2 þar var vísað frá stjórn menningarstofu niðurstöðu verðkönnunar vegna fyrsta áfanga í íslenska stríðsársafninu og Bæjarráð samþykkir þar tillögu menningarstofu að taka tilboði lægstbjóðanda í verkið. Launafl sem var með lægsta boð og undir kostnaðaráætlun og jafnframt tekur Bæjarráð undir stjórn menningarstofu þar sem verið að leggja áherslu á að tímamörk verkþáttarins standi sem er gríðarlega mikilvægt og svo sem bara í öllum okkar verkum að það er auðvitað mjög mikilvægt að öll tímamörk standist en þetta er einnig varðandi það styrkjaumhverfi sem við erum í þar sem við þurfum að skila framvindu og annað þannig að það er lykilatriði í þessu tilliti að tímamörkin standist. Lið 2.6 þar var vísað inn í Bæjarráð tillögu fjölskyldunefndar að breytingum á gjaldskrá frístundaheimila. Þar erum við að samræma þann tekjuafslátt sem við tókum upp í vistunargjöldum í leikskóla
og núna er þá búið að samræma og tekjuafslætti sem í leikskóla og frístundaheimilum. Í liði 2.8 þar vorum við að fara yfir tillögu sem að tveir ungir menn í Fjarðabyggð kynntu fyrir okkur sem að þeir hafa verið að vinna sem að undir fyrirtæki sem heitir Markaðsdeildin. Þar eru þeir búnir að stíga svona fyrstu skrefi að þróa íbúapp sem svona greið leið að upplýsingum opnunartíma og fleira, þannig að þetta er mjög vel unni hjá þeim og þarna var þetta kynnt fyrir okkur í bæjarráði og við höfum samþykkt að ganga til samninga við þessa aðila og erum þá að fara í það að þróa svona Fjarðabyggðar-app í framhaldinu og sem mætti geta litið þá dagsins ljós núna á næstu vikum. Svo er það að lokum, hér liður 2.10, þar vorum við að fara yfir frumvarp afnám heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga og erum þar að skila inn umsögn og þar erum við í öllum meginatriðum að taka undir umsögnina frá heilbrigðiseftirliti Austurlands. Það er mjög mikil óvissa þetta frumvarp og þau áhrif sem að frumvarpi gæti haft verði að lögum og tökum þar undir þau sjónarmið heilbrigðiseftirlitsins þar sem er í rauninni talað að öll óvissan í þessu frumvarpi séu óásættanleg. En einnig eru við þar að leggja áherslu á það að það er mjög svo óljóst hvaða verkefni og hversu mikið umfang þau verkefni sem að sveitarfélagin ætti að bera í þessu frumvarpi verða að lögum og einnig hver kostnaðarskiptingin á að vera. Takk fyrir Ragnar. Orðið laust, fundargerðum bæjarráðs. Hjördís Helga Sena Þórsdóttir, gjörðu það. Þakka fyrir. Já, forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar. Ég ætla að byrja á því að tala seinna undir fundargerðum bæjarráðs og taka fyrir fyrsta málið í fundargerð, hvað vorum við að tala 930, jú, heldur betur. Og ég ætla bara að segja að ég styð meginatriðum umsókn Fjarðabyggðar samgönguáætlun. Ég held að það sé mjög mikilvægt að sveitarfélagið tali skýrt í þessari vinnu, enda mjög mikilvæga innviði sem skipta okkur og allt landið miklu máli. En fyrir mér hins vegar alveg sérstaklega brýnt að leggja áherslu á Suðurfjarðaveginn og ég einhvern veginn trúi ekki eftir öll þessi ár að þetta sé ennþá umræðan og það nefnilega og það kemur fram alveg skýrt í þessari umsögn frá Fjarðabyggð að þetta ein brýnasta samgönguframkvæmdir innan sveitarfélagsins og í rauninni þjóðhagslega mikilvæg framkvæmd. Og við erum auðvitað að ræða þjóðveg 1 meginæð landsins. Þetta tengir saman sveitarfélagið okkar, tengir saman mikilvæga fiskhafnir og einn stærsta útflutningshöfn landsins. Ástandið á veginum einfaldlega óásættanlegt. Við erum að tala hlykkjótan og mjóan veg, blindhæðir, 5 einbreiðar brýr, sumar með þungatakmarkanir sem hamla atvinnulífi og skapa raunverulega öryggisáhættu. Og við höfum alveg rætt þetta oft og bara allan tíma meðan ég sitja hérna í bæjarstjórn erum við alltaf að tala hvað þetta brýnt verkefni. Því þetta ekki bara þægindi, ekki það að þetta sé mjór vegur eða eitthvað annað. Það snýst náttúrulega bara öryggi íbúa. Við erum með börn sem að sækja skóla og íþróttir og líka bara þeirra sem að vinna við daglega þungaflutninga og fólk sem koma á milli stað út við erum eitt sveitarfélag. Og umsögnin skýrt kall eftir því að verkhönnun ljúki tafarlaust og að framkvæmdum í Reyðarfjarðarbotni verði flýtt og að það verði heilstæð nálgun tekin á kaflann og ég tel þetta vera afar mikilvægt að við stöndum þétt á baku þeirri kröfu og við höfum gert það. En það svolítið óþolandi að við þurfum alltaf og erum alltaf bara sett í bið því að núverandi staða ekki forsvaranleg. En í tengslu við jarðgangamálin þá vil ég bara árétta
og í samræmi við svo sem bókun fjarðarlistans. Það er mikilvægt að umsókn sveitarfélagsins sendi skýr og samræmd skilaboð þá forgangsröðun. Við þurfum að standa fast á því sem að sameinar okkur og forðast að skapa óþarfa óvissu forgangsröðun verkefna. Þannig að í mínu mati lykilatriði núna við tölum einu rómi það sem brýnast og fyrir mér Suðurfjarðavegurinn í algjörum forgangi. Annað þá langaði mig að koma inn skemmtilegt erindi í sömu fundargerð hafðu áhrif. Það sem sagt átak sem Samband Íslenskra sveitarfélaga hefur verið sett á stað til að hvetja fleiri til að bjóða sig fram og taka þátt í sveitarstjórnarmálum því að nú kominn sá tími. Og ég vil bara segja út frá minni reynslu og nú sit ég í sveitarstjórn og það bæði krefjandi og gefandi. Hérna eru teknar ákvarðanir sem hafa bein áhrif á daglegt líf fólks, skólamálum, skipulagi, þjónustu og uppbyggingu samfélagsins og maður finnur vel fyrir ábyrgðinni. En líka hversu mikilvægt og hversu miklu máli rödd hvers og eins skiptir. Og ég held að margir velta oft fyrir sér hvort að þeir hafa eitthvað fram að færa, hvort að rödd þeirra skipti máli, finnst kannski best að vera bara í eldhúskróknum með fáum og skiptast þar á skoðunum, en reynslan hefur samt sýnt manni að það fjölbreytt sjónarmið, að við höfum ólíka reynslu, það eru nýjar raddir sem styrkja ákvarðanatökuna. Þannig að við þurfum bæði að hafa og blanda þessu saman, þannig að við þurfum að hafa þá sem hafa setið áður og líka fá nýtt fólk inn með nýja sýn. Þess vegna finnst mér þetta átak bara mjög mikilvægt. Þannig að við þurfum bara að þora að stíga fram, taka þátt í umræðinni og móta sitt nærsamfélag. Þannig að út af því að við vitum það líka að sveitarstjórnarstigið það næst fólkinu. Þannig að þar getur einstaklingurinn haft mikil áhrif á samfélagið sitt. Þannig ég ætla bara að segja, ég að hvetja fólk meðan að það vera að setja upp lista og svona að íhuga þáttöku. Þannig að lýðræði byggjum við á því að við tökum ábyrgð, ekki bara með því að kjósa, við þurfum líka að gefa færi á okkur og gefa kost á okkur til að sitja hér. Annað, þá það næsta fundargerð. Já, 1931. Ég held að allir hafi vitað, ég veit að ég var bara aðeins að horfa niður. Þá ætlum ég bara að, eins og Ragnar sagði, þá tókum við fyrir á bæjarráðsfundi, ég sat einmitt þennan bæjarráðsfund, mjög skemmtilegt, en við tókum fyrir drauga umsókn í styrki í fiskeldissjóð vegna 4 mikilvæga verkefna eins og hann kom inn á. Og þetta eru bara öll mjög ólík verkefni en eiga það sameiginlegt að styrkja bæði innviði, öryggi, menningu og atvinnulífi sveitarfélaginu. Þannig að það búið að senda þetta frá sér og ég bara virkilega ánægð með það. Það var svo sem ekki fleira frá mér. Ég get verið áfnæði. Takk fyrir Hjördís, bara velkomin aftur. Ég fyrir ekki að skilja við FIPA, ég held að vera að leita númerinu. Ég þekki það vel að gleyma númerum. Ragnar Sigurðsson beðið mér aftur, gerðu það Ragnar. Ég ætla aðeins að kveða mér hljóðs aftur varðandi samgönguáætlunina og ég ætla í rauninni að fagna þeirri samstöðu sem hjá okkur varðandi umsögn sveitarfélagsins og þeim samhljómi að við séum að fara að leggja höfuðáhersluna á Suðurfjarðaveg. Og mér finnst mjög mikilvægt að við stöndum sameiginlega að þessari umsögn. Hins vegar verð ég svona aðeins að pota í það sjónarmið fjarðarlistans að taka ekki undir hann að fullu, eins og kemur fram í bókun þeirra, og sem svo sem ég ger engar athugasemdir við það, en það er orðalaginu sérstaklega varðandi það að tala skýrt. Ég held að við séum að tala þarna mjög skýrt. Ég held að við séum að taka heilsugar undir Fjarðargöngin en benda jafnframt á annan kost til þess að ná þessari tengingu við Fagradalinn. Og mér finnst svona skorta í því hvað það þá sem að menn eru ósammála og í tengslu við það að tala skýrt að þá mér bara minnistætt fyrir örfáum mánuðum síðan að þá leggur Fjarðarlistinn fram þá tillögu á SSA-þinginu
að ályktun SSA-þingsins sé einmitt mjög skýr og taki einmitt á þeim sjónarmiðum sem eru uppi. Og þar kom fram breytingartillaga frá Fjarðarlistanum að textinn að það væri ótækt að ríkisstjórnin myndi breyta þeirri forgangsröðun sem kæmi fram í samþykktum SSA og fjallaði þar Fjarðarheiðargöng. Þannig að ég velti fyrir mér hvað það er sem að Fjarðarlistinn lítur á og þurfa að vera skýrt, því ef það er eitthvað sem þarf að vera skýrt þá er það afstaða Fjarðarlistans. Þeir Ragnar, Þuríður Lillý, Sigurður Breiðabæ, Emorið, Gerður Þuríður. Forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar. Mér langar að koma hér upp eins og þau sem undan mér hafa komið og ræða fyrst undir lið 1.1 bæjar á 930 umsögnina drög samgönguáætlun. Ég tek undir með Ragnar og Hjördísi að Suðurfjarðarvegur eins og við erum öll sammála okkar megin áhersla og það er með ólíkindum við sem enn á þeim stað í dag að vera berjast fyrir Suðurfjarðarvegi. Verk sem átti fyrir löngu að vera komið til framkvæmda. Eins og kemur fram í umsögninni þá var bráðabirgðaslitlag lagt á gamlan Suðurfjarðarveg árið 1988 og síðan er liðin 38 ár. Og enn er þessi ófullnægjandi bráðabirgðalaust látin duga því annað er talið mikilvægara. Nýr Suðurfjarðarvegur í botni Reyðarfjarðar átti að koma samhliða Fáskrúðsfjarðargöngum. Síðan er liðin meira en 20 ár og ekkert hefur gerst. Og við erum einhvern veginn alltaf á þessum sama stað. Því er alltaf frestað og ýtt á undan. Núna finnst okkur við vera að færast nær því að við séum að fara að sjá þessar framkvæmdir hefjast. En ég held sé mjög mikilvægt við höldum áfram að berjast fyrir honum af því að það er ekkert í höfn ennþá. En Suðurfjarðarvegur eins og flest allir vita frá Reyðarfirði til Breiðdalsvíkur. Þetta eru 60 kilometrar og það eru 5 einbreiðar gamlar brýr. Flestar með mjög hamlandi þungatakmarkanir og hver önnur hættulegri. Og þær hafa hamlað bæði uppbyggingu hérna fyrir samfélagið og atvinnulífið. Það að árið sé 2026 og kranar sé enn að fara yfir vað og sléttu á er náttúrulega til skammar og á að geta líðast. En það væri ekki gaman að horfa upp á kranum fastan í ánni. Ég veit ekki hver ætti að ná honum upp ef til þess kæmi. Þannig að þetta er tímaspursmál hvenær gæti eitthvað farið úrskeiðis þarna. En vegkaflinn, svo ég haldi áfram, vegkaflinn milli Fáskrúðsfjarðar og Stöðvarfjarðar, sem er hættulegasti kafli þjóðvegarins, fær algjöra fallengun þegar litið til umferðaröryggis og alþjóðlegra umferðarstaðla með hlykkjum og blindhæðum eins og kom fram hérna áðan. En það held ég að nær flestir verði bæði bílveikir og dauðhræddir þegar þeir keyra þennan veg og ótrúlegt að það sé ekki enn búið að ráðast í einhverja úrbætur þarna. Jafnframt er símasamband mjög óöruggt og mjög slitrótt, þannig að ef maður myndi nú lenda í einhver óhappi þá er alls óvíst að maður myndi ýmist ná sambandi. Þetta hljómar líklega eins og skáldsaga en er eins og við hér þekkjum svellkaldur raunveruleikinn á vegi sem að tengi saman byggðarlögin í einu öflugasta sveitarfélagi landsins. Allavega okkur finnst það og vonandi flestum. Suðurfjarðarvegur tengir saman eins og kom áðan 3 af 4 stærstu fiskihöfnum landsins við bæði meginvegkerfi og Mjóvararhöfn sem er ein stærsta útflutningshöfn Íslands og er bara að eflast. Og mér finnst umsögn Fjarðabyggðar mjög góð og það er gerð skýr krafa að flýta færslunni og þessum einbreiðu brúm sem eru mjög mikil tímaskekkja og mjög hættulegar. Þannig að ég vona að þessi umsögn verði til þess að ýta við einhverju sem meira ráða en við hér. Takk fyrir Þuríður, orðið laus. Það sem fá kveða með hljóðs undir fundargerðin Bæjarás. Svona bara eins og hvað varðar fyrsta máli mitt. Ég er svo sem á svipum slóðum og þau sem hér á undan hafa talað. Í tengslum við samgönguáætlun eða umsögn okkar hana. Það er þetta afskaplega sérstakt. Því ég getum svo talað þeim sem lengst setja í hérna að vera ennþá að senda sömu umsögnum Suðurfjarðarveg. Og þú lítur náttúrulega velta fyrir þér forgangsröðun samgönguvalda og þar hef ég svo sem og gegnum tíðina átt flokksískinni sem því hlutverki hafa gegnt að leiða þann málflokk og þingmönnum almennt, þú veist, maður velti því fyrir sér, menn að leita að
þjóðhagslegum rökum fyrir samgönguframkvæmdum þá eru þær eiginlega vandfundnari heldur en Suðurfjarðarvegur. Og það með ólíkindum eftir öll þessi ár sé hann ennþá á sama stað og hann var fyrir bara 16 árum að verða. Og ítrekað sé búið að benda á sömu annmarkana, sömu einbreiðu brýrnar, sömu þyngdarmörkin, sama öryggið, það er búið að ganga undan með fordæma sameina sveitarfélög, stækka þjónusvæði, stækka atvinnusvæði og það verður ekkert nein áhrif. En síðan geta samgöngu framkvæmdir labbað inn í samgöngu áætlun eins og hendi sé veifað og á þjóðhagslegum og öryggislegum forsendum eins og við sjáum núna. Ég unni öllum þeim sem fá samgöngu bætur í Íslandi og það er náttúrulega bara í eðlið þeirra okkar sem erum í sveitastofnum. Við fögnum því að samgöngubóndir hvar sem þær eru, því að þær eru mikilvægar, en það er mjög sérstakt að sjá að það mælikvér er öðruvísi notað heldur en þegar kemur að Austurlandi. Og finnst mér nú kannski ekki hægt að nota þá skýringu sem er mjög vinsæl með þingmanna óháð flokkum að til þess þurfi einhvern samkomulagi innan fjórðungsins að þá veit ekki til hvers við höfum þingmenn og ef við höfum að ná saman að skipta samgöngu fyrir sjálf. En það er annað mál, en þess vegna er þetta bara stór mál fyrir okkur að fá. Það er úrbætur eins og að fólk hefur komið hér, að bæjarfulltrúar hafa komið hér inn á sem er núna að við sjáum þennan veg, fyrstulega verður nú bara ánægður tilbreyting að sjá hann hannaðan og sjá loka drauga því, þannig að hann væri tilbúinn til útboðs. Ef verða breytingar á framkvæmdaröð á Íslandi. Það væri bara stór áfangi og ég vona að það verði nú ofan á og líka að vegagerðin sem framkvæmdaraðili fara að horfa á þau skipulagslegu samþykktir sem sveitarfélagin hafa gert eða sveitarfélagi Fjarðabyggð hefur gert í tengslu við vegaframkvæmdir og voru ekki að gerast núna heldur fyrir nokkuð löngu síðan og fara að horfa og hanna út frá þeim samþykktum. Þannig ég vona að þetta verði til þess að íta þessu eitthvað fram og við fyrir að sjá þannig að hér verði ekki bara bæjarfulltrúar á framtíðarnar stanslaust að tala Suðurfjarðaveginn í næstu árinu og áratugina. Eins og lítur jafnvel út fyrir þessari og ég treysti því og vona að Alþingi taki þetta núna þar sem þau hafa samgönguáætlun til umsagnar og umræðu, ekki til umsagnar, til umræðu og samþykktar að þarna verði breytingar á. Hvað varðar jarðgöng þá finnst mér nú undir að koma hér að ræða aðeins örlítið það. Ég veit að gleður Birgi að ég ætla að vera stuttorður en það hefur ekki farið fram hjá mér frekar en öðrum bæjarfulltrúum að mönnum íbúum sveitarfélagsins hafa gagnrýnt okkur mjög fyrir hafa ekki með skýrari hætti lýst yfir stuðningi við þá kynningu sem fór fram á blaðamannafundi að breytingu á jarðganga umhverfis Austurlandi. Ég held að við höfum nú svarað þeirri gagnrýni ágætlega í þessari umsögn, allavega þeim hluta sem full samstæða ríktu, skulum orða það þannig, að við þetta lýsum yfir ánægju og með fjarðargöng og það stendur ekki upp á. En það sem við held ég og hefur fundið að við sameiginlegur skilningur í bæjarráð allavega er það að okkur er ekki það að skapi að raun og veru sé þetta sett fram með einum sinnum þessum hætti. Í þessari boðuðu samgönguáætlun eru fjarðargöng nú orðin göng sem er í öðru til þriðja sæti í framkvæmdaröð á Íslandi. Við hliðina á mjög brýnum göngum fyrir vestan sem er Súðvíkurgöng sem til að taka á Súðvíkurlíðina sem er afar mikill farartálmi. Það er ekki ákvörðun að fjarðargöng sé að fara í framkvæmd sko. Það finnst mér ekki vera ákvörðun það. Ég get því ekki fagnað finn ég bara veit hvenær fjarðargöng eiga að fara í framkvæmdir. Og það fé sem setti til rannsókna nú er alls ekki nægilegt til þess að koma þeim rannsóknum áfram. Og þess vegna, ekki síst, lögðum fram og sögðum, ef þetta er að vefjast fyrir ríkisvaldinu, þá er alveg það ráðrúm til þess að rannsaka hér aðra kosti. Ef það er leið til sátt, ef þetta snýst það að ríkið þurfi að greina einhvern meiri sáttavilja á svæðinu, þá eru ýmsir möguleikar opnir í því. Samkvæmt umfjöllun núna síðust dag, þá er það ljóst að fljótagöng er ekki að fara til framkvæmda í haust. Fljótagöng er ekki sem var til framkvæmda næsta ári, ef það er
rétt sem Vegagerðin gefur til kynna að þeir eru eftir að rannsaka það mikið þar. Þannig að þá erum við komið til 2028 og þá getur mann ímyndað sér að ef einu jarðganga hefur í gangi í einu, þá er töluvert í fjarðargang og það er það sem ég hef sagt íbúum. Mér finnst ekki ástæða til þess að stökkva hæðminni fyrir ég fer að sjá allavega og mér finnst það að Austfirðingar eigi bara rétt á því svörum hvenar á að gera jarðgangina og það sé sett í það fé sem þarf til að rannsaka þau jarðgöng en ekki einhverju 60 milljónur ári. Ég held að það sé ekki undir 250 milljónum. Er það nú bara einhver ágiskun hér út í lofti sem ég held að þurfi vera til þess að við fáum mynd á það hvar slík göng eiga að liggja í þessari áætlun sem fjarðargöng eru. Þannig að auðvitað fagnaði því og auðvitað við höfum löngu talað fyrir því að við viljum þetta sjá okkar samfélag tengt og tengt við næstu samfélag. Þannig að við stækkum atvinnu og þjónustu á Austurlandi, nýtum betur það innviði sem við erum með og leið höfum á því meir en fullan skilninga, Seyðfirðingar og þekkjum það sem höfum verið með fjallvegi innan okkar byggðarlags sem Oddsskarð var. Að Seyðfirðingar þurfa að sjá til lands í þeim efnum hvert það skal stefna. En ekki það að menn fari bara í sama farið aftur og að göng sé á allt einhvers staðar í framtíðinni. Það er engin svör fyrir Austurland, hvort sem það eru fjarðarheiðargöng, fjarðargöng eða önnur göng. Þannig að ég vona það og ég veit það og heyri það á ráðherrum að þeir telja og sjá þörfina fyrir samgöngubætur út á landi, samgöngubætur Austurlandi, að það verði allavega settur aukinn kraftur í rannsóknir. Og ráðherrum held ég að sé alveg tímanlega með að við núverandi nema samgönguáætlun tæki breytingum með fyrir þingsins það mikið að göng á Austurlandi fari framar. Þá hafa menn allavega tíma og ráðum til að skoða þá liði hvernig það mun sem best ná sáttum og að tengja svæðið vel. Þannig að ég held að það sé ekkert óljóst í því, ég held að við höfum alveg talað skýrt og ég vona íbúar upplifi það líka að við séum að tala skýrt. En leið að við höfum ákveðnar efasemdir í ljósi reynslunar hvenær þetta er í tíma, því að það er það sem okkur vantar. Aðeins bara í sambandi við frumvarpum afnám heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga eins og kom fram, þá er boðaðar breytingar sem eiga að taka gildi næsta áramót. Þeir hafa valdið svona ákveðnum eins og Ragnar kom ákveðlega inn á áhyggjum, því minnsta, af því hvað verður þau verkefni sem nú heilbrigðiseftirlitin sem eru rekin á sveitarfélögunum. Þau verkefni sem þar eftir verða, eftir boðaðar breytingar, matvælaráðuneytisins og umhverfis- og orku- og loftslagsráðuneytisins og sveitarfélögin eru mjög samstödd um það. Við auðvitað öll viljum að eftirlit sé einfalt og það sé gegnsætt. Við viljum ekki að það sé til flækja en það sé líka hljón í hlutverki sínu og sé veitt í nærsamfélagi. Og heilbrigðiseftirlitin hafa sannlega gert það gagnvart þeim hlutverkum þau eiga að vera með, en þau eru líka að vinna ýmis hlutverk sem sveitarfélögin eiga erfitt með að sjá hverstalagi hvar á að koma fyrir stjórnsýslunni, hvernig á að breyta, líka hvað varðar þjónustugjöldin og svo valdheimildir sem sveitarfélögin hafa ekki sem heilbrigðiseftirlitin hafa í dag. Þetta hefur farið fyrir einnig samband Íslands sveitarfélaga að fara að veita þetta umsókn og við erum í samskiptum við ráðuneytin og vonandi getum við náðum þetta bara breiðri og góðri samstöðu og umræðu við ráðuneytin, þannig að þetta verði þá skipulagt og skýrt hvernig þessum verkefnum eru haldið og leið að eftirlitið sé áfram heima í héraði, það sé áfram bæði svo þjónusta og þau störf sem þeim fylgja og en verði ekki dregið miðlægt inn á eitt stað á landinu. Og það held ég að sé svona stóra málið. Og svo bara, svo sem í þessu að það verður, því verður fylgt eftir áfram og ég vona, eins og við tókum undir með heilbrigðiseftirlit Austurlands, að vonum við náum í það. Fleira var ekki mér. Orðið lausnum fundur í Bæjarás. Hjördís Helga Signa Þórsdóttir ræddi um orðið, gjörðu Hjördís. Takk fyrir, forseti. Ég ætla bara að bregðast við bæjarfulltrúa Ragnari. Ég býst við að hann sé að vísa til þess þegar ég lét breyta eða sem sagt kom með tillögu af breytingu á haustþingi SSA
Ég minnist þess reyndar ekki að það hafi verið einhver efnisleg breyting, heldur var þetta orðalag. Það fer smá í taugarnar mér þegar við erum að taka fram hérna gömul þrætuepli og svona út af því ég vil bara vera fagleg í mínum ályktunum. En ég kaus samt með haustþingi SSA, með þessari ályktun. En ég held að hann sé að vitni það og mér fannst ég alveg frekar skýr samt með það þótt að ég hef viljað orða það öðruvísi. Annað það, þú veist að ég alveg sammála í tengslum við samgönguáætlun. Það nú aðalega bara þessi nýja tillega sem var sett þarna í samgönguáætlunina sem ég bara get ekki tekið einhverju upplýsta ákvörðun með út af því ég sé þetta bara í fréttum frá 2 bæjarfulltrúum hér í Fjarðabyggð. Ég veit ekki hvað liggur á bak við þessa vinnu eða neitt þannig að ég kannski ekki alveg tilbúin til að skrifa undir ég samþykki og fylgi ykkur bara í einu að öllu sko. Það bara það sem ég vildi koma fram og ég hef bara verið annars styð ég umsögn sem við sendum frá okkur hér í Fjarðabyggð. Þetta bara það sem ég vil kannski ekki, ég get ekki sagt bara ég fylgi hér í blindni. Heldur vil ég geta tekið upplýsta ákvörðun það. Annað var það nú ekki. Takk fyrir Hjördís. Þessi hljóðs, svo verðist ekki vera. Þá ber ég fundargerð bæjarráðs upp til sannenda 930 og 31. Þessi það samþykkja vinstri-merki. Það eru sannenda með 9 atkvæði. Þá næst fundargerð skipunar og framkvæmdar nr. 51. Vill einhvers ljósa upp hana? Þuríður Lillý Sigurðardóttir beðum að við gerum svona Þuríður. Forseti. Já, skipulagsframkvæmdanefnd fundur 51. Það eru bara 2 mál sem ég langa aðeins koma inn á. Það annars vegar 3.7 sem strandgata 39 735 Eskifirði breytt notkun. Bara svona í ljósi þess að þessi mál geta verið umdeild. Þá langaði mér að koma þess og gera grein fyrir þessu. Það var óskað eftir breytingu til skamms tíma fyrir strandgötu 39 eða gömlu Eskju-skrifstofunar á Eskifirði. Þar sem fyrirhugað að vera með starfsmannahús, aðstöðu fyrir starfsmenn. Byrjað á endurbótum á húsinu sem var mjög illa farið þegar Fjarðabyggð selur það og mikilvægt fyrir sveitarfélagið að koma því í hendur verktaka sem hafði hugað að gera húsið upp, telji það hafi verið gott skref. Það fyrirhugað að þarna verði íbúðir og því vert að ítreka að þessi breytta notkun sem við samþykktum á fundinum aðeins til skamstíma eða til júlí 2027. En það hafi verið rætt slíkt við gerð kaupsamningsins, það að það yrði tímabundin starfsmannaaðstaða og síðar íbúðir. Framundan líka deiliskipulagsgerð miðbæ Eskifirði sem verður spennandi verkefni og þar verður þessi reitur að sjálfsögðu með. En vinna við það hefst ekki fyrr en búið að ganga frá hönnun á vörnum við Grjótá. En þetta ætti alltaf að standast tíma og þá verða engir árekstrar þar. Hitt sem ég langaði að koma inn á var 3.8 sem öryggi við hesthúsahverfi á Reyðarfirði. Ég hef í langan tíma haft áhyggjur af umferðaröryggi við hesthúsahverfi á Reyðarfirði og hef komið hérna áður og lýst áhyggjum af því á bæjarstjórnarfundi. Við höfum líka talað við Vegagerðina og aðra aðila án árangurs. Það hefur verið mikil gróska í hestamennsku á Reyðarfirði undanfarin ár, mikið af börnum og ungmennum sem að stunda hér hestamennsku sem mjög jákvætt. Og eins og flestir eflustu vita þá útivistarsvæði hestamanna hinum megin við Norðfjarðarveg og þannig að þeir þurfa alltaf að þvera veginn. Í eðli hrossanna að hlaupa heim og þá beint yfir veginn ef eitthvað óhapp verður sem að getur valdið miklu slysi bæði á hrossi og vegfarendum og knapa ef að þeir eru á baki. Þannig að þetta mjög stórt öryggismál fyrir alla. Undirgöng sem hafa verið lengi á áætlun og að mér skilst svo til hönnuð hafa ekki verið sett til framkvæmdar. Það ýmislegt sem það borið við, það grunnvatnsstaða og framkvæmd og annað, en mér var tjáð að það þeir kæmu með Suðurfjarðavegi. Vegagerðin fullvissaði mig að þau væru á áætlun með Suðurfjarðavegi, eða sem sagt þessum framkvæmdum í Reyðarfjarðarbotni, sem ég vona að verði fylgt eftir. Þangað til komumst við að niðurstöðu þegar ég fór fund með Vegagerðinum að setja hliðgrindur
sem að eru mjög víða og hægja þá á hrossinu. Það má sjást líka grindur á Hvolsvelli og fleiri stöðum þar sem að hestamenn þurfa að þvera vegi. Það var mjög bara samstæð þetta. Ég er búin að ræða við hestamenn og vegagerðina og nefndarmenn í skipulags- og framkvæmdanefnd. Það var allir sammála. Þannig að þeir töldu að það væri hægt að fara í þessa framkvæmd þá bara mjög fljótlega. Og þá er þetta allavega svona bráðabirgðalaust sem að getur þá hægt á hesti sem að kemur hlaupandi og er að fara að þvera veginn, þá hægir þetta á honum þannig að ökumenn geti vonandi orðið vari við hrossið áður en það kemur í bílinn. En það gerðist daginn að það varð slys þarna fyrir 2 vikur síðan þar sem að maður datt að baki og hesturinn hljóp inn í hliða á bíl á Norðfjarðarvegi, en sem betur fyrir urðu ekki nein slys á fólki. Né hesti, mér skilst að hann hafi komist ágætlega út úr þessu óhappi. En þar var það bara spurning um sekúndubrot. Ef hann hefði lent framan á bílnum þá hefði getað farið mun verr. Takk. Takk fyrir þurru. Leiknisar, Jón og Þjóðnur bæjarstjóri Bjarnarvík, gerð svo Jóna. Í tengslum við undirgöngin og samtala við vegagerðina ætla ég bara að staðfesta það sem að Þuríður sagði. Það hafa átt sér stað samtöl við vegagerðina og meðal annars vegamálastjóra sjálfan. Og það sem er verið að bíða eftir núna er í rauninni bara næsta skref í tengslum við Suðurfjarðaveg, vegtenginguna og hvar nákvæmlega hún kemur upp á það að staðsetning á svona sé hugsuð með það í huga. Og eins þessi lausnum að hægja á gripunum áður en koma að vegi er virkilega bara vel hugsað hjá nefndinni að koma þeirri umræðu áfram. Þannig að fram að þeim tíma, ef við höfum varanlega lausn, það sé þá allavega reynt að horfa á öryggismál frá þessu sjónarhorni. Takk fyrir Jóna. Fleiri kveðljós. Svo verðist ekki verið, ég ber þá fundagerð skipulags- og framkvæmdanefndar til samþykktar. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er næst fundagerð fjölskyldunefndar númer 50. Orðið laust hana. Engin kveður sér hljóðs, ég ber nættir samþykktar. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er næst stjórn menningarstofu númer 31. Og sko leði ekki voru laust, þá skal þið fá að taka til máls og vekja athygli á nokkrum liðum. Það er nú kannski fyrst bara eins og kom fram hér í málflutningi undir fundagerðum bæjarráðs, svo sem að þarna byrjaði að bara teki fyrir náttúrulega opnun tilboða í uppbyggingu fyrsta áfanga Stríðsárssafnsins sem verður tekin Skóflustunga á eftir og er að hefjast og er reglulega gleðilegt, mikið gleðiefni hjá okkur hvort sem við erum í stjórn menningarstofu eða bara bæjarfulltrúum öllum að koma þessu verkefni á stað. Launafl, eins og komið fram, var lægstbjóðandi en það voru hér þeir sem í buðu voru nú, það var stutt á milli tilboða og sýnilega mikill vilji til að koma að þessu verkefni sem er ánægilegt og jákvætt þegar maður fari í svona uppbyggingu og verkefnin undir kostnaðaráætlun, það er svona kostnaðaráætlun sem er ánægjuefni. Þannig að nú er bara mikilvægt að tímamörk í þessu séu virt eins og Ragnar kom inn á. Það er því miður svolítið samhákandi í verkefnum á sveitarfélaginu að við veitum mikinn slaka í verkskilum og sýnum því mikið skilning, en það er að sama skapi náttúrulega ekki hvorki hagkvæmt fyrir sveitarfélagi. Það gilda engin önnur lögmál opinbera aðila heldur en einkaaðila þegar kemur að framkvæmdum. Það er einhvern misskilningur sem verið slóða við að það sé mitt við allt í lagi að láta sveitarfélagið eða aðra opinbera aðila bíða, en það er ekki. Við erum að framkvæma á nákvæmlega sögum forsendum og aðrir, og síðan náttúrulega bara til að koma húsnæði í gagnið og leiða því að við erum líka að sækja styrki í þetta og þá erum mikilvægt að við getum sýnt fram á framvindu í þessu máli. Þannig að þetta verður reglulega ánægilegt, verður lokið núna maí-júní þessum hluta sem er móttökuhús fyrir framan núverandi bragga, ég segi litla bragga eins og kallaðar er, og annar braggi til hliðar við sýningu og síðan verður vonandi hægt að halda áfram verkinu. Þannig að eins og áætlun er að 2 aðrir braggar rísu frá þaki alla sýningu og tækjasýningur einnig yfir, og leið þá hefur þessi stjórn menningarstofu en næsta stjórn taka vonandi ákvörðun það hvort þess að þá geti eldra hús vikið svo í framtíðinni þegar að verður búið að reisa sýningarhúsnæði í heild sinni. Í þessu líka samhangandi, og þannig að ég fæ kannski koma inn á að
svo áætlun sem við erum með uppbyggingu á geymsluhúsinaði fyrir söfnin í Fjarðabyggð sem hófst svona undirbúningur á síðasta ári og verður þar að setja ákveðin krafti á þessu ára þann undirbúning að slíku húsi sem við horfum til að það verði út á Eskifirði sem muni þá leysa af hólmi þær geymslu sem nú eru mjög víða í mjög misjöfnu, skulum við segja, það eru mjög misjafnlega hentugar til þess að geyma muni. Við þurfum að hjá okkur gilda bara sömu reglur annars staðar raka- og hitastýringar og eldvarnir og annað slíkt og ég hvet þá sem hér vinni og munum vera hér áfram eftir kosningar að halda því verkefni áfram. Þar erum við komið með góða sýn, ég held að og skýra og með því mun líka að spara til lengri tíma litið með því að vera með allar geymslur á einum stað og geta sinnt okkar munum vel leið og við erum að vinna og það sem kemur hérna fram aðeins í lið 6 sem við fundagerð, við erum að fá, eins og kemur fram þar voru umsóknir í safnasjóð. Það sér alveg vitni að við erum að taka safnamálin núna mjög svona, taka mjög utan þau, það hefur svona skort svolítið hjá okkur kannski bara að við höfum sett í það fjármagn og orku síðustu ára að svona fara horfa fram á veginn í þeim, setja söfnunum okkar söfnunarstefnu, vinna að því undir merkjum Sjómannasafns Austurlands á viðurkenningu á þau öll sem við rekum að við erum að fá safnasögu núna og ég bara lýsi ánægju minni og svo sem kom fram að með vinnu starfsmanna menningarstofa að við erum að fá öndvegistyrki núna til þessara undirbúnings 3,5 milljóna á ári næstu 3 árin og ásamt 2 milljón króna styrk árlega núna ástyrks núna til þess að bregðast við athugasemdir sem við fengum á húsakostin sem við erum með geymsluhúsakostin og slíkt. Þannig að það er heilmikið vinna framöndan en það er líka við erum fann að sjá þess merki að það er. Síðan svo sem í þessu er bara eins og ég held ég að geti kannski maður síðasta fundi að menningarstyrkir eru að fara til auglýsingar núna. Við vorum að samþykkja reglur þeim tengdum núna á fundi á mánudaginn var en upphæðin er 2-föld á milli ára þannig að við höfum tekist að svona að ná eða semst gera breytingar innan málaflokksins þannig að við erum að náum að setja meiri fé í menningarstyrki fyrir þá sem er að standa fyrir ýmsum viðburðum út í samfélaginu. Það er vel og gott og ég vona að það haldist einmitt áfram því ég held að það sé mikilvægt fyrir marga sem eru að vinna í grasrótinu og skapa ýmsa menningu. Innsæver í vor, tvíæringurinn okkar, hann verður núna í vor, sú hátíð verður svona, við erum að vinna með hann á kannski svona hendur í tíma, við höfum fundið það síðustu ára, við höfum reynt að, hún dreifst svolítið sumarið og það er samkeppnum margt á sumrin, þannig að við ætlum að reyna á, það er bara mjög spennandi dagskrá það sem er að fæðast á Innsævi og vona að hún verði vel sótt, sú hátíð, hún hefur gríðarlega mikið að segja fyrir okkur og fyrir menningarlíf hérna og síðan náttúrulega er í þessum verkefnum öllum að ýmislegt og hann að komi meðal hans og formgerum reglulega stuðning við Sinfóníuhljómsveit Austurlands sem ég held að sé vel og samhliða því að Múlaþing kom einnig við höfum stutt mjög myndarlega við Sinfóníuhljómsveitina síðustu ár og eðlilega en svona ákveðum formgera þarna með ákveðnum upphæð líkt og nágrannar okkar hér þannig að það væri meiri fyrirsjáanleiki fyrir hátíðina og svo að sjálfsögðu leggjum við áfram til húsnæði og annað slíkt sem í tengslum við tónleikana og æfingar en mjög og ég veit hitti daginn aðila sem hafa verið að koma hér að til að spila með fólkinu á svæðinu sem mynda Sinfóníuna og ég heyri það að þetta vekur eftirtekt og þetta bara mikill svona ekki segja þetta er mikilvægur viðburður, ekki bara fyrir okkur sem hér búum og sækjum þetta, líka fyrir þá sem eru hér á svæðinu í tónlist og tónlistariðkun að þessi möguleiki setji staðar og fólk geti stemt einmitt inn í það. Þannig að það er vel. Það var ekki fleira sem ég vildi segja hér stjórnarríkismál, orðið er laust. Arndís, gerðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar. Ég held að eina leiðin þannig að ég verið á undan Jóni Birni að tala stjórn menningarstofu er að við förum stafrófsröð en
það, við tökum það bara seinna. En hérna, ég ætlaði bara að taka undir með uppbyggingu á íslenska stríðsárasafninu. Þetta er búið að vera mikið umræðu og við erum búin að skoða þetta mjög mikið inn í nefndinni eða stjórninni. Og það er bara gaman að fylgjast með þessu verða veruleika. En líkt og Jónbjörn sagði þá er það samt bara fyrsti hluti af 3. Þess vegna er mikilvægt að við fylgjumst vel með bæði að þetta verði tímamörk og líka að fara ekki fram úr kostnaðaráætlun. Það hefur líka komið fyrir að við fylgjumst ekki nógu vel með því. En í þessu fyrsta áfanga erum við náttúrulega að tala um þjónustubyggingu og þennan nýja bragga, endurbætur á núverandi húsnæði og það verður gaman að sjá hvað verður til sýnis núna sumarið 2026. Ég ætlaði líka bara að hvetja öll þau sem eru að horfa að sækja menningarstyrk fyrir árið 2026. Umsóknarfrestur er til og með 1. mars og bara vonandi sjáum við meiri líf og menningu í Fjarðabyggð. Við erum náttúrulega að skoða menningarstefnu Fjarðabyggðar. Við vitum að þarfir fólks er að breytast bara með samfélaginu. Við erum að sækjast í mismunandi hluti og við erum alltaf að taka ný og ný skref í að móta og gera meiri umgjörð innan stjórnarinnar sem að leggur vonandi góðan grunn fyrir næstu stjórn. Takk fyrir. Takk fyrir Arndís. Það verður ekkert nema að brúður bara að setja bönd á forsetar og bara þegar að nálgast þetta á dagskránni segja nú tala ég. Takk fyrir þetta, vilja fleiri hvað þessi ljós. Svo verðist ekki verið beru fundargerðstjórn á menningarstofu nr. 31, þess að hann sagði ekki með skjömerki. Hún er staðist með 9 atkvæðum. Þá er næst fundargerð Öldungarás nr. 22 og 23, teknisatriðum fundin atkvæðagreiðslu. Arndís, við voru gerðsögur Arndís. Það var vel gert, ég sá það var áhyggjur og ég myndi taka þú á þess. Jæja, það er greinilega aðra leiðir til að fá að vera fyrst í punktu. En hér eru 2 fundargerðir hjá Öldungaráði sem að sýni kannski hvað Öldungaráði er virt. Það er mikið í gangi og á fundi þann 8. desember fór Öldungaráði í heimsókn á hjúkrunarheimili Uppsali á Fáskrúðsfirði. Þar áður fórum við á hjúkrunarheimili í Hulduhlíð og fengum að kíkja í kaffi til félaga eldri borgara. Og í þessari viku fóru Öldungaráði í Breiðdal að kynna sér aðstöðu þar og þetta er hluti af starfsáætlun Öldungaráðs. Það er að kynna sér starfsemi sem að varðar eldra fólk á svæðinu. Við áttum líka öflugan og góðan fund með bæjarráði í janúar, fengum tækifæri að koma með spurningar málefni eldra fólks og svo hefur kannski ekki farið fram hjá okkur að Öldungaráð hefur sett sér það markmið að bjóða upp á fræðslu í hverjum mánuði. Í janúar var boðið upp á skyndihjálparnámskeið, það var mjög vel sótt og í febrúar er Öldungaráð með fræðslu svefn og næringu fyrir fólk á efri árum. Sú fræðsla verður á Stöðvarfirði. En við höfum reynt að vera með fræðslu í hverjum kjarna. Svo kannski allt til að taka fram að á síðasta ári vorum við með fræðslu frá Alzheimer-samtökunum og í kjölfarið vildum við fá fleiri fjólubláa bekki í sveitarfélagið. Það var einn á Eskifirði fyrir en nú eru komnir á fleiri stöðum og ætlum bara að gefa í. En þetta er til að vekja athygli og stuðla umræðu heilabilun sem er náttúrulega mikilvæg þáttur í að minnka fordóma í samfélaginu. Bara takk fyrir. Takk fyrir Arndís, við erum fleiri þess ljós til fundargerðum Öldungaráðs. Svo verðist ekki vera þá berið eftir samþykkt þess að það er samfélagsmerki. Það eru þetta með 9 atkvæðum. Þá erum komin liðin almenn mál og þar er fyrst persónuverndastefna 2026 síðar umræða. Og eins og kom fram áðan þá fór fram fyrri umræða á síðasta bæjarstjórnarfundi persónuverndastefnu. Stefnan hefur ekki tekið breytingum milli umræða, þannig að hún er lögð fram með sama, þarna verður aðlaganir að breytingum, orðana og fleira. Þannig að orðið er laust þessa persónuverndastefnu í síðar umræða. Engin guðsljós til að bera með til samþykktar. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er næstu upplýsingaöryggisstefna og það er síðar umræða, sömuleiðis eins og í fyrra máli. Þá hefur hún ekki tekið breytingum milli umræðina og var aðlöguð, og svo sem kom fram orðalag og fleira var aðlag í breytingum í fyrra umræða. Orðið laust, engin guðsljós, ég ber með til samþykktar.
hún sagði með 9 atkvæðum. Þá er næst útvistun og stefna upplýsingatæknimála. Það er einnig síðar umræða og sömuleiðis hefur útvistun og stefna ekki tekið breytingum milli umræðina og er hér lögð fram óbreytt frá fyrri umræða, milli hvað þessi ljóð sem hana. Svo verðist ekki verið í Bernhard Saðendar, hún sagði þetta með 9 atkvæðum. Þá er næst upplýsinga- og öryggisreglur sem undirliðum upplýsinga- og öryggismál. Þessu vísa hér frá bæjarráði til staðfestingar bæjarstjórnar. Þetta eru uppfærðar öryggisreglur fyrir upplýsingatæknimála sem hafa verið svona aðlagaðar eða tekið breytingu frá fyrri reglum sem voru settar árið 2018. Eitt af meginatriðum er umhald á notendum og eftirlit því tengdum og öðru slíkt í tengslum við uppfærslur. Orðið laust upplýsinga- og öryggisreglur við hvað þessi ljós. Svo verðist ekki vera í Bernhard Saðendar. Það eru Saðendar með 9 atkvæðum. Þá er hér reglur úthlutun tíma íþróttamannvirkjum eða verkferlar, endurskoðun á þeim. Þessi vísar frá bæjarráði hér til afgreiðslu bæjarstjórnar uppfærði drögum að reglum úthlutun tíma íþróttamannvirkjum ásamt verkferlum og kom náttúrulega uppalega frá fjölskyldunefnd inn til bæjarráðs. Þarna hefur með þessar reglum meðal skýrt ferli og ábyrgð vegna úthlutunar til skóla til að tryggja samhæfingu og fullnýtingu mannvirkja. Orðið laust þessar reglur. Engin kauði sér ljós, ég ætla að bera þess til samhengis. Það er sagði þetta með 9 atkvæðum. Þá eru hér næst reglur listamann Fjarðabyggðar og listaverk. Þessi vísa hér frá bæjarráði til afgreiðslu bæjarstjórnar. Drögum uppfærðum reglum listamann og kaup og listaverkum. Kom uppalega frá stjórn menningarstofu, er uppfærsla á fyrri reglum sem voru við gildi í Fjarðabyggð, annars vegar listamann og síðan listaverk í eigu sveitarfélags listaverk kaup. Fjallum svona breytingar á því er varðar að fá listamenn að til með reglubundnum hætti til svona ráðgjafar og sem fyrirmyndar. Orðið laust þær, engin hvað þessi ljós í Bernhard Saðendar. Það eru Saðendar með 9 atkvæðum. Þá er dagskrá tæmd í dag. Hér, næsti fundur bæjarstjórnar er boðaður 5. mars, öllu óbreyttu. Á eftir fer þegar við höfum lokið hér undirritun fer fram fyrst að skóflustunga hefur frá að nýrri fyrsta áfanga við Stríðsvarsafnið, þannig að ég vona að bæjarfulltrúar og komið þá þangað í kuldanum og verið viðstödd þá aðtakt, en annars segi ég bara þakka ég fundarmönnum fundarsetuna, bæjarfulltrúum fundarsetuna og segi fundi slitið.